All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Oh, in darkest night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now, give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrendered now, I gave you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Halleluja. Ó, takk Jesus. Syngur saman lagið Fel mig nú í faðmi þér. Og leyfum Guði að felum okkur í Guðs örmum. Og sama hvað þið sama hvað við erum að kljást við, að þegar hafið rís og stormur hví, hefur þú mig upp og gætir mín. Svo gott að vita að við erum í höndunum á Jesú. Sama hvað gerist í kringum okkur, sama hvað stormarnir eru harðir og fara hátt, þá sleppir Jesú aldrei af þér hendinni. Halleluja. Fel mig nú í faðmi þér. Vernda mig með þinni sterku hönd.
kraftinn þig. Þegar hafið rís og stormur hvín, hefur þú mig upp og gætir mín. Faðir, flóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, hljóður ég er. Þegar hafið rís og stormur hvín, hefur þú mig upp og gætir mín. Faðir, flóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, hljóður ég er. Syngjum þetta einu senn. Þegar hafið rís og stormur hvín, hefur þú mig upp og gætir mín. Faðir, flóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, hljóður ég er. Þú ert minn Guð, hljóður ég er. Þú ert minn Guð, hljóður ég er. Halleluja. Takk Jesus. Halleluja. Drottinn Guð, kærleikur minn, bræðir biturleikan þinn, bræðir biturleikan minn og Guð, ég þigg þín ást. Það er ekkert betur en að þiggja ást Guðs og vera í örmunum hans og vera í faðmi hans og vita það að við erum örugg. Halleluja. Þinn kærleikur þinn, bræðir biturleika minn og Guð, ég þigg þína ást. Drottinn af fegurð þín, færði einnig fegurð mín og Guð, ég þigg þína ást. Og Guð, ég þigg þína ást. Og Guð, ég þigg þína ást. Drottinn, kærleikur þinn, bræðir biturleika minn og Guð, ég þigg þína ást. Drottinn af fegurð þín, verði einnig fegurð mín og Guð, ég þigg þína ást.
Er það núna? Já. Við erum að tala bara saman hér tákmál, ég og Siggi. Jobbsbókin er elsta bók Biblíunnar. Og það eru horfur á því, eða mjög mikið líkindi til þess, að Jobb, hann sé afkomandi Esá. Þið vitið bræðurnar, Jakob og Esá. Og Jobb afkomandi Esá. Trúaður maður fær að reyna sitt hvað, og ef að þetta rétt hjá okkur, hjá fræðimönnum, hvernig þeir hafa sett þetta upp, þá erum við að tala þessa bók svona frá því 2000 til 1900 fyrir Krist. Þannig að Jobb og Jósef, þeir gætu að verið samtímamenn. Þeir hafa þekkt hvern annan. Ég veit ekki hvort ég geti farið neitt nánar út í það, en allavega, það kemur fram í ættatölu Esámanna, þá koma þessi nöfnu sem tengja okkur við Jobbsbók. Svo við höfum alveg ástæðu til þess að áætla að Jobbsbókin, hún sé bara 4000 ára gömul sannindi. Hvernig líst ykkur á? Og þetta er svo merkilegt með ritninguna, Biblíuna, að hún skuli vera að segja okkur frá þeim atburðum sem gerðust fyrir 4000 árum, og þegar þú ferð að skoða hvað þeir voru að glíma við þá passar þetta við þig og mig. Sko, samtíma áhrifin og samtíma glíman sem að við eigum í jafnvel sjálf, hún er tilgreind í Jobbsbók. Og Jobb segir í 27. kapitúlanum, þetta alveg ótrúlega vers, farið kom með mér í 8. versið, því að hvaða von hefur guðlaus maður þegar skorið er á þráðinn. Hvaða von hefur guðlaus maður þegar skorið er á þráðinn, þá er Guð hrífur burt líf hans. Er þetta tilviljun? Eða er verið að segja eitthvað miklu meira, heldur við kannski höfum átt okkur á að sé til? Hvaða von er til þegar líf okkar fer úr þessum líkama? Hvað tekur þá við? Er þetta bara búið? Eða er eitthvað miklu meira að gerast? Og við sem eru kristnir og höfum 4000 ára gamla sögu frá þessu vessi til okkar daga, við getum séð að þetta hefur verið spurning mannsins í gegnum allar tíðir. Hvað tekur við? Hvað er handan? Og þið sjáu bara með Íslendinga, þeir eru svo ákafir í því að vita hvað er handan, að fyrir 100 árum, ég bara fer það aftur í tíman, þá var þjóðkirkjan undirlögð af spiritisma sem var að leita lausna og leita sönnunar fyrir því að Guð væri til, að framhaldslífi til. Og þeir voru í þessu bæði prófessorarnir við Háskóla Íslands og Guðfræðideildina, biskuparnir, Jón Helgason og miklu fleiri. Þeir voru allir komnir í einhver ný fræði sem voru að orsaka það að kristin kirkja, hún var að missa af fagnaðarerindinu. Hún var að missa af voninni þegar lífið er tekið í burtu og skorið er á þráðum. Hvað gerist þegar það á sér stað? Og ég er með glærur sem að fjalla svona framhalds- eða andlátsorð frægra manna. Þið sjáu hvernig þetta er sett upp á skjáinn, þið hafið þetta hérna. Þessi maður sem að ég sýni ykkur mynda, hann hét Anton LaVey. Fyrir hvað var hann þekktur? Hann var mikið í uppáhaldi hjá Bítlunum. Þetta var sá maður sem að stofnaði Satans kirkjuna í Bandaríkjunum. Hann var áhrifavaldur þegar við Bergsteinn og Ómar vorum ungir menn. Og við fengum að heyra alls konar sögur af þessum manni. Hann bjó til meira þess að Satans biblíuna, sem að fór alveg eins og eldur í sinu meðal hippana, og allir voru að spekulera, er Satan verri eða er hann betri en við segjum? Og biblían, hún var eitt af því orðum sem að var notað gegn okkur vegna þess að það var sagt að Satan, hann er illur í biblíunni. Hann er upphaf illskunnar,
hann upp af morðingjana, hann upp af alls þess sem heitir syndafallið. En hvað sagði Anton LaVey? Hann sagði, fyrsta boðorðið hjá okkur gerðu það sem þú vilt. Annað boðorðið gerðu það sem þú vilt og láttu engan stoppa þig. Biblían segir allt annað. Hún hvetur okkur til að gera Guðs vilja. Svo leið tíminn og Anton LaVey var bara gamall maður að koma dauðastund. Það átti að draga sál hans út og skera á þráðinn. Og þá sagði hann þetta, ég reynda búin að þýða þetta. Hann sagði þetta svona, oh my, hvað hef ég gert? Og svo endaði hann, það eitthvað mikið rangt. Þetta voru síðustu orðin hans. Hvaða von á guðlaus maður þegar sál hans dregin út og skorið á þráðinn. Þegar kom að þessari stundu, þá lukust augans upp fyrir því hversu mikið rangt hann hafði gert. Og við getum alveg sagt á móti, þetta tilviljun að þetta skuli ríma svona saman við Biblíuna? Ég með annan mann sem að bar nú aldeilis höfuð og herðar yfir réttinda baráttu síns tíma, Gandhi. Hann var hindúi, fæddur í Suður-Afríku, hafði farið sigurför heiminn og barist fyrir mannréttindum. Hann tók ekki við Kristi, hann vildi sameina allt saman og gera bara allt að einum trúarbrögðum og þú mætti bara ráða hvað hentaði þér. Svo kom að banastund þessa manns og hann var að kveðja. Síðustu orðin hans voru þetta, allt í kringum mig myrkur. Ég bið ljós. Og Jesús Kristus sem ljós heimsins, hann hefði aldeilis getað haft áhrif á Gandhi. Hvernig líst ykkur á? Hvað að gerast þegar svona Ég er með fleiri með Napoleon, tökum hann fyrir. Napoleon Bonaparte, hann sagði bara, mín bíður aðeins jörðin sem gleypir mig, sem ég hef stýrt og stjórnað heilu heimsálfunni. Milli mín og Guðs hyldýpi. Hvernig næ ég yfir til Guðs? Hvernig næ ég yfir til Guðs? Hann upplifði fjarlægðina. Hvaða von á guðlaus maður þegar skorið á þráðinn og líf hans tekið út? Sérðu hvaða fjársjóð þú hefur sem trúir á Jesúm Krist og hann mun vera þinn í gegnum líf og dauða. Þú átt eftir að lifa trúlega þitt síðasta augnablik. Það getur verið að þú þurfis ekki að Kristur verið kominn áður. En hvað ætlar að hafa með þér þegar síðasta augnabliki kemur og dyrnar opnast og þér eru hleypt inn í hvað? Þetta svo mikilvægt fyrir okkur að við varðveitum trúna okkar á Jesúm Krist. Því að trúin á Jesú, hún spurning líf eða dauða. Við erum ekki að tala neitt kekoma hér, við erum ekki að tala bara okkur líði vel og svo framvegis. Við þurfum líka að gangi í gegnum þrengingar og erfiðleika. Það mæti okkar líka sjúkdómar, en það einn sigurvegari með okkur. Og þegar hann sker á þráðinn, þá segir hann gott, þú góð og trúi þjónn, yfir litlu varstu trúr, komdu ég skal taka þig yfir til mín. Og við eigum þessa stórkostlegu von. Jafnvel mennirnir sem stýrðu heilu heimsálfunum. Þeir töluðum fjarlægðina milli sín og Guðs. Ef að halda áfram, að maður sem hétt Francis Newport. Við sjáum myndina á hann hérna. Þeir sem voru viðstaddir dánastundin hans, þeir sögðu að hann hafi sagt, þið þurfið ekki að segja mér að Guðs ekki til. Þetta var Guðs afneitari. Hann var formaður Guðleysingafélags Bretlands. Á banastundu, þá sagði hann, þið þurfið ekki að segja mér að Guðs ekki til. Hvað sá hann? Hvað vissi hann? Ef að halda áfram. Því ég veit að hann til. Ég finn nærveru hans. Þið þurfið ekki að segja mér að helviti sé ekki til. Ég finn mig renna þanga niður. Þetta ömurleg kveðju orð. Þetta alvöru orð. Af hverju þessi orð skráð? Af hverju fáum við aðgang að þessum orðum?
Af hverju er verið að sýna okkur þetta á YouTube rásunum í dag? Af hverju er verið að draga þetta upp? Er það vegna þess að þetta er bara hégómi eða er raunveruleiki á bakvið þetta? Stöndum við frammi fyrir þessu að þegar við erum komin að þröskuldi lífs og dauða, þá viljum við frekar hafa Jesú með okkur heldur en á móti. Amen. Eru ekki sammála því? Það er einnig viðbót. Karl IX, konungur Frakka, hann er þekktur fyrir það að hann ofsótti húgenottana. Húgenottarnir voru svona kirkjuhópur, mjög voldugur, hann fór Evrópu og mér er bara að segja ykkur svona til dæmis, húgenottarnir, þeir í Bretlandi, þeir komu til Karls, James konungs, eða Jakobs konungs Bretlands, og þeir báðu Jakob að leyfa þeim að þýða Biblíuna yfir á ensku. Það var 1604. Þá komu húgenottarnir með þá tillögu. 1611 var King James Biblían gefin út að þeirra undirlagi og með samþykki Jakobs konungs. Þess vegna er hún kölluð í raun og veru Jakobs Biblían, eða King James. Nema þessir húgenottar, þeir voru illa séðir af honum Karli IX. Hann var konungur Frakklands. Hann leti skara skríða eina nóttina. Það var nóttina löngu hnífa. Það voru 15.000 húgenottar drepnir á einni nóttu. Út allt Frakkland. Svo kom banastundin. Og hann liggur þarna og er að kveðja. Og þá segir hann þetta. Ég sé allstaðar húgenotta sem ég lét drepa. Þeir benda mér allir á sárin sem ég olli. Guð sýndi honum í sýn. 1000 húgenotta sem allir benda á sárin. Jakob, þetta eru sárin sem að þú gafst mér. Þeir voru drepnir. Og Jakob IX, hann einmitt sagði þá, ég er glataður, ég hef gert svo rangt. Af hverju sá hann þetta ekki fyrir? Af hverju sá hann þetta ekki fyrir? Af hverju sá hann þetta ekki þegar húgenottarnir voru að fara Frakkland og breyta landinu og koma með boðskapinn vonaríka framtíð? Af hverju lét hann ekki blessunin að fara yfir Frakkland? Af hverju studdi hann ekki húgenottana í því að flytja Guðs orð skýrt og óskorað? Hver veit hvaða vald tekur sér yfir okkur? Hver veit fyrir hverju við erum að falla? Ég brýni ykkur, kæru systkini, með þessum orðum og segi við ykkur, haldið þið fast því sem þið þegar hafið. Haldið þið fast í Jesúm Krist. Látið þið engan ræna hann frá ykkur. Því að það er hann sem að mun flytja ykkur frá dauðanum og til lífsins. Hann er eini vegurinn. Þetta skiptir svo miklu máli fyrir okkur. Ég er ekki alveg búinn. Það er einn eftir allavega. Hlustum á hvað hann hefur að segja. Þetta er svo mikilvægt fyrir okkur að við skiljum. Jafnvel þýskir guðleysingjar, formaður heimspeki Þýskalands, David Friedrich Strauss, hann deyr 8. febrúar 1874, þegar við erum að halda upp á 1000 ára afmæli Íslands byggðar, 1874, þá kveður þessi maður lífið. Og hvað sagði hann? Ég finn hinn volduga hamar ég lét mig falla á hann. Hann fann hvernig ógnin kom yfir hann og hinn voldugi hamar féll yfir hann. Þetta er ekki gleðileg framtíð. Þetta fékk hann yfir sig. Eigum við að taka eitt sem að hefur verið svona átrúnað og góð á Íslandi. Dóttir hans, hún var viðstödd andlát Stalins Júgóslavíu. Stalin er fæddur í Georgíu. Hann var stjórnandi Sovétríkjanna. Hann var helsti maður kommunistaflokks Sovétríkjanna og þegar Svetlana var ung stúlka. Við erum að tala 11-12 ára, eitthvað svoleiðis. Þá segir hún einu sinni við pappa sinn, þá gekk mesta morðæðið hans yfir Rússland. Hún segir við pappa sinn, pappi, hvar eru allir? Pappi, hvar eru allir?
Hún ólst upp við það að það var alltaf fólk að koma í heimsókn til þeirra. Húsið þeirra, það var alveg fullt af gestir, það voru leiðtogar, það voru herforingjar, þeir voru allir að koma til Stalins, svo fóru þeir að hverfa, einn af öðrum. Stalina voru að skrifa undir dauðadóm þessara manna og hann tæmdi víni sína, vínahópinn. Svo kom að banastundinni. Hann fekk slag, lá lamaður, gat ekkert sagt, en hann lyfti vinstri hendinni upp. Opnaði augun með þvílíku augnaráði að Svetlana segir, hann óskaði okkur bölvunar og kallaði bölvun yfir alla nærstadda. Hvað tók við? Hver voru banaorð hans? Þetta var maðurinn sem réðist líka á Finnland. Hann ætlaði að gleypa Finnland og gera Finnland að Sovjet-Finnlandi. Þið þekki sögunum vetrarstríðið. Við erum með systurna hérna frá Finnlandi sem að fengu að reyna fram þessa manns. Hvað tók við? Hvaða von eigum við? Þjóðverjar skrifuðu daginn, gáðu þetta blað sem að ég er með núna. Mannsins eina von. Mannsins eina von. Ég fer burt að búiðu stað og þegar ég er farin burt og hefur búiðu stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séu þar sem ég er. Amen. Ég fer burt að búiðu stað. Hefur taka fleira fyrir? Ég er upprisun og lífið, sá sem á mig trúir, mun lifa þótt hann degi. Viljið hafa þessi huggunarorð yfir ykkur? Viljið hafa þetta hjá ykkur? Mér finnst mjög merkilegt þegar ég kem á nýja staði og ég hef tíma til, þá fer ég yfir til í kirkjugarða. Ég fá að sjá hvað er skrifað sem loka orð á leggsteinana. Og hjá föður mínum, pabbi og mamma völdu þetta orð, beinum sjónum okkar til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hvað myndir þú gera? Hvaða orð myndir þú velja? Er það bara minningi lífið? Eða bara, við sjáum kannski ekkert aftur? Þeir sem að deyja í trú, þeir velja yfirleitt orð ritningarinnar. Þeirri kærleikur í mestur. Og þeir eru með þá skoðun að þeir tala jafnvel þótt þeir séu dauðir. Það er skráð á leggstein þeirra. Hvað þeir eru með, hvaða veganesti þeir fóru með yfir. Þeir lyftu ekki vinstri hendinni og kölluðu hatur og bölvun yfir ættingja sína og vini. Þeir kölluðu blessun yfir. Og þegar þið farið í kirkjugarðinn og sjáu leggstein hins trúaða, á talar hann enn þótt dauður sé. Þetta er sagt Abel í Hebreabréfinu 11. Hann talar enn þótt dauður sé. Ég er líka með fleira sem að ég hef afskaplega mikla ánægja. Við sungum sál áðan í upphafi. Bjargir alda borgin mín. Þetta er höfundurinn, Ian Toplady. Hvað sagði hann? Hann lá veikur í rúmi sínu og þeir vissi ekki hvort að þetta væri komið að dánastund eða ekki. Allt í einu þá svona bráir af honum og hann svona sest upp og hann segir, hann vaknaði upp, hóf upp augun sín og sagði, þvílík dásemd, ekki ský á himni, ég sé allt upp í 3. himinn, komdu drottinn Jesús, hann var að kveðja lífið, hann var að fara hérðan, ég sé upp í 3. himinn, komdu drottinn Jesús. Engin dauðlegu maður getur dvalið á jörðinni eftir að sjá það sem ég hef séð. Þetta voru skilaboðin. Engin dauðlegu maður getur dvalið á jörðinni eftir það sem hafa séð, það sem ég hef séð. Vistu hvað þér er fyrir búið? Það sem augu okkar sá ekki og eyru okkar heyrði ekki og við getum ekki einu sinni komið orðum að. Það er fyrirbúið þeim sem hjálpræðið eiga að erfa. Vistu hver dásemd og dýrð drottins er? Vistu hvað framundan er? Vistu hvað Jesús Kristur var að kenna og koma í þennan heim, deyja fyrir okkar syndir og opna fyrir það sem að engin annar hefur séð, hefur skilið, hefur upplifað en Toplady, hann kvaddi jörðina og hann fór til himins fagnandi.
Ég á líka svona sögu af manni. Ég fór til hans á Hrafnistu. Hann sagði við mig, Snorri, veistu það, þegar ég fekk áfallið, við köllum hann Gísla í Hafnarfirði, Gísli Bólstraði, við það, Snorri, þegar ég fekk áfallið, þá var ég alltaf staddur í garði. Og þvílíkt, sjá blómin, sagði hann, og sjá litina. Og ég bara, þetta var þvílíkt stórkostlegt, sagði hann. Svo ég segi, hvernig voru litirnir? Þeir voru, já, ég bara hef ekki orðið yfir það. Og þá myndi ég hann þetta á þetta sem Páll Póstur segir í Kórintubréfinu. Það sem auga sá ekki og orðum verður ekki aðkomið. Það hefur hann fyrirbúið þeim sem hjálpaði eiga að erfa. Vistu hvað við eigum þennan vitnisburð ríkan hjá okkur. Vistu hvað margir sem hafa hvatt þetta líf hafa einmitt upplifað að Jesús Kristur með þeim. Hann kom til að sækja þá. Þegar faðir minn hvatti þetta líf, hann var að deyja úr krabbameini og hann var orðinn svo illa farinn að hann var ekkert nema bara eins og beinagrind. Hann var allt bara horfið innan úr manninu. Allt í einu, þá lyftir hann höndunum upp. Ég hugsa hann hafi neytt sína síðustu krafta, lyfti höndunum upp og sagði Amen. Síðustu orðin. Hvað sá hann? Síðustu orðin. Hvað fylgir okkur? Eigum við aðeins að taka einn í viðbót? Páll postuli. Hvað sagði hann? Sigurinn, dauði, hvað er sigur þinn? Dauði, hvað er broddur þinn? Hann vissi ekki fyrir hvað hann stóð. Við erum að tala þennan mann og predika orð þessa manns. Við erum að lesa pistlana eftir þennan mann. Hann fekk að reyna Jesúm Krist. Hver ert þú, Herra, ég ofsæki? Það var sá sem braut brott dauðans. Það var sá sem eyðilagði sigur dauðans. Það var hann sem var sigurvegari bæði syndar, dauða og djöfuls. Hann heitir Jesús Kristur, sonurins lifanda Guðs. Ertu búin að tryggja honum bústað í hjartaðinu? Hefur lyft honum að eiga yfirráð í hugarþeli þínu? Hefur lyft orði Guðs að koma inn til að stýra þér og gera þig að þeim manni sem Guð hefur samfélag við? Hann er að leita þín. Gáið að því. Við erum ekki hver sem er. Við erum menn sem að Jesús Kristur dó fyrir meðan við enn vorum í syndum vorum. Hvaða kærleikur er þetta? Einnig viðbót. Davíð konungur, 1000 árum fyrir Krist. Þótt ég fari dauðans dimma dal. Það reyndar ekki sagt svona í íslensku biblíunni. Þetta er tekið úr enskunni. Jafnvel þótt ég fari dauðans dimman dal. Þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Hver vil ekki hafa svona förunut með sér? Ó, að Stalin hefði geta sagt þetta. Ó, að Napoleon hefði geta sagt þetta. Bara að Gandhi hefði vitað ljós heimsins sem Jesús Kristur er. Að bara menn hefði ekki farið að búa til Satans biblíuna og halda þeir var að leita eilífs lífs og sleppa Jesú Kristi. Þetta eru alvöru orð, systkini. Ég er ekki að predika það sem að á ekki erindi til okkar að síðustu þetta. Viðvörunin í biblíunni segir, heimskingin segir í hjarta sínu, engin Guð. Heimskingin segir í hjarta sínu, það er engin Guð. Davíð Sálmur 14. Þeir voru heimskir þá á dögum Davíðs konungs, það er enn í dag til heimskir menn á Íslandi. Og sjáu ykkur að heimskan rýður ekki við einteiming á okkar landi. Meðan ég er að flytja ykkur þetta orð og ég er að tala við ykkur þetta orð, þá er heila sóknarnefndin eða kirkjugarðastjórnin. Hún er að leggja til að fjarlægja krossin sem er tákmyndin upp á lykil lífsins. Sá sem fór á krossin, hann opnaði fyrir þig eilíft líf. Og það er svo merkilegt að hafa krossin yfir leiðum og yfir þeim dánu. Það er eina táknið sem segir þú munt lifa þótt þú deyir.
Því að Jesús Kristur, hann tók dauðan á sig og hann fór í gegnum dauðan fyrir þig til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Finnst þið þú eiga erindi? Finnst þið þú hafa fengið veganesti? Í Hebreabréfinu 12:3, það eru mín lokaorð, þá segir hann: virðið hann fyrir yður sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum, til þess að þér þreytist ekki og látið hugfallast. Mér finnst alveg dásamlegt orð að við höfum einmitt þennan með okkur sem að gera það verkum að við eigum erindi og við getum sannarlega sagt að við eigum Drottinn með. Drottinn frelsi okkar, hann skjól okkar, hann vörn okkar og það svo mikilvægt að við áttum okkur á hvaða sem að Jesús Kristur hefur gefið okkur. Megi náð Drottins Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda vera með ykkur og yfir ykkur í Jesú nafni. Það einn sálmur sem að mér langar til þess að þó enda þessa samverustund með. Og það bara sálmur úr Hörpustrengjum. Það getur vel verið að þið finnið hann. Hvíli sál þín glöð í faðmi frelsarans. Skulum sjá. Ertu þvegin í lambsdreyra lind. Þetta finna númeri á. 140, já. Það ég segi það, strákarnir á undan mér. Eigum að syngja þetta sálm saman? Já, endilega standið upp.